Góðan dag, verið velkomin í þátt 4 af Ól og Hjóli. Podcastið mitt, gestur okkar í dag er Ingi Bauer, tónlistarlegendið, tónlistarmaðurinn. Spjöllum margt og mikið, til dæmis þegar maður kærði fyrir lag þegar hann hendi ákveðum tónlistarmanni út af laginu sinu, eða þú veist, hendu. Skiptir ekki máli, þið hlustið bara á þáttinn. Styrktaraðilinn á þessum þátti er Coolbet Merch. Ég er í minni svörtu, sumarlínan fyrir að droppa, stay tuned, mjög spenntur, hendum ykkur gjafaleik þá eða eitthvað vonandi. Við sjáum til. Svo er líka Buzz hleðslubankar. Ég er akkurat að hlaða síma minn og ég gleymdi honum eiginlega í hinherbyggjunni, ég nenni ekki að fara að segja hann. Það skiptir ekki máli. Ég downloada í App Store right now, við sjáum myndin á skjánum eða að horfa. Downloada í App Store Buzz hleðslubankar, mæli með. En núna í þáttinn. Þetta er gallaðasta podcast þetta heim, sko, því að þú segir þetta er fastan á fótnum, þannig hver skipt sem hún hreyfir þá vaggar þetta. Og það var annað mic þannig og hann var fastur á stillingu svo þú sér þannig að það sem þessi mic, þetta er ekki einu sinni fyrir hennar mic. Þetta hérna? Ja. Það var ekki einu sinni og þannig að ég þurfti að improvise þannig að það var mic og svo var þessi mic að teipaði við. En svo þér? Þetta er svona eini góði micin. Byrjum að hafa. Hvað segirðu gott? Herri, ég segi bara fínt. Þú baðst kaffi. Já, þú sagðist ekki verið með kaffi, en ég fór bara að keypta. Nei, ég sagði það er kaffivélina, ég bara drekk ekki kaffi. Ég fór í Ólís. Jók, ég er ekki sponsor Ólís, sko. Nei, þú veist það bara fyndin húmor, sko. Já. Það er Netsmjör samt sponsor Ólís, sko. Já, ég veit. Flott lag. Pæli, sko. Á hverju bjóst þú ekki til lagi? Ég fekk dergu, hérna. Fækstu dergu frá honum? Nei, Stefán alltaf í kamerinu. Já. Ég skuldi hann kókdergu í staðinn. Já. Stefán var að gefa mér dergu líka. Ég get gefið Coolbet dergu. Já. Ég er að safna dergum, sko. Að það? Ég har alls konar, ég har KFC, þú veist, ég er með eldgamlar eitthvað svona kókdergu og eitthvað. Áhugamál. Það er alveg steikt hvað þetta er áhugamál, sko. Líka að kaupa merch frá þú veist, YouTubers og TikTokerum. Ég kom með það æði núna, sko. Elska þetta, sko. Byrju, ég keypti ból af Daniel, þannig að ef ég væri gæla óværi skvísur og þá eftir það ætlaði ég að byrja að safna en ég hef ekki keypt neitt síðan. Ég er þetta aldrei keypt frá íslenskum. Nei, það var líka bara í fyrsta skipti. Ég man, ég keypti einhvern tímann sko 2016, held ég. Einhvern merch sem stóð action af einhverjum þannig YouTuber. Sú peysa sko, ég veit ekkert hvað voru hana, ég þarf að finna hana. Ég mynd allt í skáp heima, sko. Ég held að besta sem ég keypt var sko Addison Rae peysa. Ég sá þessu peysa, ég var svona, hún er nett, sko. Hvað kosti á hann? Öruglega, þú veist, 7 skall eða eitthvað. Eitthvað rugl. Gæti bara svona peysa en það bara sendur rautt Addison Rae. Ég keypti líka Jake Paul dergu. Bara svona Team Paul eitthvað. Þú ert að safna? Ég er að safna, sko. Svo á ég líka 3 mismandi David Dobrik peysur. Ég hef aldrei hort á David Dobrik. Hæ? Þú veist, ég veit alveg hver það er, en þú veist, ég var aldrei svona best inn í honum. Elska David Dobrik, sko. Já. Var hann kóngurinn, sko. Var hann ekki alltaf að gera eitthvað, hvað var það? 4 mínútur eða eitthvað? 420. Ok. Nú, sko, ég man eitthvað. Velgert. En við erum búin að þekkjast lengi. Já. Manstu síðan hvenær? Hvað var fyrsta svona? 2017. Hvað varstu 13 á það? Ég var 13, ég var 2017, þá var ég var 14, 15. Það er bara minkað til en núna -7, sko. Nei, ég man sko þú og Stefán voru náttúrulega sko The Vlog Kings á þessum tíma. Já. Og vorum að halda einhverjum. Þegar vorum einir að vlogga basically. Já, það var engin annar íslensku, sko. Þannig að þetta var basically ykkar sena. Það var allir bara, hér loksins komið nýtt vlog. Bara, þú veist. Fólk hafði bara ekki metnað í þetta, sko. Nei, ég held ekki. Ef ég hefði metnað þá hefði ég örugglega gert það, en þú veist. Það er eins og ég ætlaði að gera þetta podcast í ár. Já. Núna er ég loksins að byrja. Til að mikið. Takk. Já, hvernig kynntust þið? Var það bara út að... Það var, ef ég man rétt, þá var hana stuttmyndakeppni í Kópavogi, grunnskóla. Og það var sagt mér, þú verður að redda dómurum. Ég veit ekki af hverju ég var í 9. bekk. Já. Það var bara sagt... Veist ekki af hverju varst í 9. bekk? Nei, þú veist, ég veit ekki af hverju það var að láta mig. Fattar en þú veist, það er aukaðatri. Þannig ég sendi á ykkur, ég var alltaf að horfa á ykkur. Þú bara eitthvað, fuck já, þið mættuð og... Það var úkslega gaman, sko. Já. Við líka vorum bara, við hefum aldrei gert neitt svona, við bara, já, fuck it. Já, ég held að ég komið næsta ár líka.
Nei, ok, mann vittlust. Já, þá varst þú líka að klippa eitthvað og Já, ég var þú var eitthvað, meina að fá þig til að klippa og ég byrjaði að klippa Fortnite-dæfstrímana. Mhm. Allt í einu fekk ég bara eitthvað Dropbox-fæl á, þú veist, 7 tímar. Nei, það var ángriðs bara 5-7 tíma livestream, bara við þurfum 10 mínúna montage í kvöld. Ég bara, fuck. Fekk eitthvað Mountain Dew kipu fyrir það. Shit, Ég það var lifði góð á tímar þessu, sko. ég lifði á þessu annað Mountain Dew kipu. Áttu Mountain Dew derhúi? Nei, en ég á Mountain Dew ból. Ég held að ég á líka. Ég var Ég til Mountain Dew derhúi sko. Er allir hættir að drekka Mountain Dew í dag? eða? Ég fekk með Mountain Dew daginn. Já, ég bara hef ekki fengið mér síðan bara. Nei, ég man ég sá það sko, ég var að fara til London daginn og það var á flugvellinum. Kostaði eitthvað 480 krónur, ein flaska, bara rán, en ég var þyrstur og ég bara, Takk séu okkur að Já. livestreama og promóta Já, ég sá Mountain Dew og ég hugsaði, Ice Cold. Ice Cold 2017, ég var alltaf að livestreama það. Já, ég ætla að fá mig Mountain Dew núna. En mér er það ekki mjög gott. Nú er Fuck, hvað Vák. Þetta er svo sound. Ég veist ekki svona hvað, Anna, já, það datt diskur. Já, þú veist, er þetta ekki lægið samt eða? Jú, ég held að Þetta er í gangi. það var rautt ljós á öllum kamerum. Í þessu tilviki því er eitthvað gott sko. Já, sko, en það er sko, ég er ekki að grínast, það er draugur í súsi. Ég vildi ég væri að grínast. Við vorum að taka upp þátt í eldhúsnum daginn og við erum með þetta á kameru, allt í einu kveikist á örbylgjófninum. Hann bara byrjar. Það er fucking creepy sko. Mér langar að sýna það og bara, ég þarf að sýna þetta. Ég þarf að sýna einhverjum þetta. Langar mig að sjá þetta. Já. Ég er fucking skítræddur við allt svona shit sko. Ég hata svona drauga og eitthvað. Ég held að sé ástæð fyrir öllu svona sko. Já, ég var einmitt, það var kona að segja mig frá fullt af draugur sem hún hefur lent í persónlega bara í fyrradag sem var að taka upp með mér. Ég held, já. Hún eitthvað, já, ég fór til London og ég svaf í herbyggja sem 3 menn voru myrtir og ég heyrði lestarhljóðum hana nóttina en það er engin lest í þessum bæ og ég eitthvað, ok, ég þarf ekki að vita meira. Sumir líka tala sko, bara draugur séu bara eins og séu, já, eitthvað kall sem maður segir alltaf hæði með því að labba hérna og ég bara, hvað á hver ertu, skilur, ég trúi sér. 3 ára sonu minn er, sko, hann segir alltaf þessi eitthvað kall liggjandi á gólfinu hans. Horfur á hryllingsmyndir? Getur það ekki? Ég á mjög erfitt með það, sko. Já, ég líka. Ég myndi alveg gera það í hóp, sko. Ég myndi ekki vera einn upp í rúmi að... Bara, ég ætla að horfa Conjuring. Ef ég verið með geggjar í gælu, þá myndi ég örugglega þykjast. Ég skítræddur allt svona, sko. Ég held við mjög lítið hjarta, sko. Já, ég líka. Bara, þú veist, ef einhver kemur upp á mér og bara, hei, ekki þetta, þá er ég bara, já, fyrirgjöf. Ég er bara ángríns þannig. Já, ég er eitthvað kannski árið aðeins meira svona skítsama, skilur þú? Já. En já, ég var 100% þannig, sko. Já, ég var alltaf bara eitthvað ógeðislega saman allt eins og öll komment sem ég fekk og eitthvað. Svo gerði ég hana mín kommentstæmi og þá fannst mér bara fokk í þetta, sko. TikTok er fucking... Það er skemmtilegu miðl. Nei, hann geggjaði miðl, sko. Já. En það er allir, þú veist, það er enginn að tala undir sínu nafni, þannig að þeir segja bara hvað sem er. Það er bara eitthvað Donkey Man 34 bara. Já, hann er búin að láta að líða illa bara í 20 tíma. Já. Og bara fucking Donkey Man, maður. Kannan hann ekki sagt bara að vídeo er gott? Vakna í svefni bara, fuck. Sér nafni hans bara fyrir þér í draumunum, sko. Eða martrunum, sko. Þú ert á TikTok. Ég er á TikTok, já. Ég man þú... Ég er samt ekkert að virkur, sko. Nei. Þú ert náttúrulega fucking virkur, sko. Já, ég tek tarnir. Já, þú skilur líka alveg TikTok-leikinn, sko. Þú veist, þú ert bara, þú ert búin að fatta hann, sko. Svona, koma tímar þar sem bara svona views hætta eins og daginn. Bara allt í einu fekk ég bara 3-4 max á hvert vídeo. Og ég bara, what the fuck happened? En ég er með svona mína reynslu. Klukkan hvað póstar þú? Klukkan hvað pósta ég? Ég byrjar að pósta núna 10 kvöldin, sko. Ég var að byrja á doc-skjall, sko. 10 á kvöldin, okkur? Ég veit ekki af hverju, það virkar alltaf vel. What? Eins og sko, ég er alltaf að pósta klukkan 1 eða 2. Já, yfir daginn. Sko, ég var alltaf að pósta svona 4-5 daginn. Þá virkaði vel, en þú veist, ég byrjaði að skrifa þetta bara fyrir viku, bara góðir tíma til að pósta. Og svo bara já og nei. Og senustu 3 vídeo, þú veist, það er 15.000, 14.000, 10.000. Þetta er allt 10 kvöldi. Og svo
sem ég postaði 6 daginn 4.000, 3.000, 5.000. En af hverju það, veistu það? Það meikar ekki sens. Nei, fólk að fara að sofa. Það bara meira ég held að fólk meira liggjandi upp í rúmi á kvöldin í símanum. Þú ert alltaf að skrolla á hann fyrir að sofa eitthvað. Já. Góða punktur sko. Ég held að það sé það sko. En þú veist, svo kannski ég bara eitthvað rugla sko. Svo alveg oft vídeo sem ég posta bara klukkan 10 morgunin og þau fá helling. Ertu að sketsjula eitthvað? Nei, ég sketsjula ekki. Ég bara stundum fæ ég hugmynd. Já, postar ekki gegnum tiktok.com eða postar ekki gegnum símaðina? Ég posta bara alltaf gegnum síman. Tips and tricks með Óla. Tips and tricks. Ég hef alveg pröfað í gegnum tiktok.com og sketsjula og þá fekk það 300 views. Þannig ég hætti að treysta í alfari. Ég gerði það samt en fekk 20 og eitthvað. Ég held að breyta ykkur. Ég var samt líka pæli hvort þetta myndi, þú veist, fokast upp að þú ert ekki posti gegnum appi, sko. Ég held að sé... Sko, það var fyrsta mín kommentsi hjá mér. Ég postaði því, og þegar ég klippti í tölvu, á fyrsta vídeóðu held ég sem ég klippti í tölvu. Og ég bara fór á TikTok og sketsjulaði og þá var það í white formati. Það kannski ástæðan. Það var ekki í portrait formati. Skellur. Og það fekk eitthvað 300 á 4 tímum. Þannig ég breytti því, þú veist, svona, þá fekk það 50.000. Já. Örgulega ekki 50.000. Pældi þetta mununum samt, þú veist. Ég veit að það ógeðslega að fyndi hvað bara breytist hratt. Þegar þú ert live, ferðu live þegar þú ert postað vídeo með skiptir engum máli? Ég elska að viðtalið komið, ég er búin að snúa þessu við. Ég veit að, ég er alltaf komin í podcast líka. Sko, ég var aldrei live. Svo fekk ég eitthvað live æði fyrir svona 2 vikum og var bara hverjum degi. Og ég pröfaði það að posta, fara strax live. Stundum virkaði, stundum ekki. Oftast ekki. En þú veist, það virka betur að fara live á kvöldin. Mun betur. Ég sá að þú varst live daginn í svona 20 tíma eða eitthvað. Hvað fekstu mikinn pening? 1000 kall. 1000 kall? Já. Hvað? Nei, 1200. Hvað var það? 7-8 Það var bara einhver einn gæði sem var bara eitthvað... Bara gefa þar allt? Nei, ég man ekki, ég get ekki síðan. Ég tjekka það ekkert. Já, sko... Ég var líka bara með, ég var ekki að gera neitt, sko. Nei, ég hef verið bara, þú veist, mesta sem ég fengi held ég $5. Og svo bara hef ég fengið 60 cent, $1, 20 cent. Þú veist, followerinn mín eru bara eitthvað litli krakkar og er ekki með kreditkort sitt, sko. Þú er að hækka markkópurinn þá? Já, ég er náttúrulega búinn að reyna það. Ég er ekkert, markkópurinn minn er ekkert, sko, það er engin markkópur á mig. Mér er alveg saman hverju að horfa á vídeóið mín. Það er eins og sum vídeó eru til svo þessa kynslóður og svo sum vídeó bara hérna. Það er ekki svo fyndið að pæli, þú veist, eins og með tónlist og svona. Maður á ekki að pæli í markkópinu sín, maður á að pæli hvað þú vilt gera, sko. Ef þið langar að gera þetta núna, bara gegja. Ef þið langar að taka, að chugga vodkaflösku, skilurðu. Þú ert bara að gera sem þú vilt gera, skilurðu. Markkópurinn þinn, myndirðu segja að það væri svona... Ég veit það ekki. Jamhópurinn, bara. Jú, það er alltaf búið að vera mjög mikið eitthvað svona jam, sko. 100%, sko. En þú veist, ég myndi segja bara allir. Já. Ég veit það ekki. En ég myndi segja kannski svona 15 til, kannski 15, svolítið ung. Jú, 15, sem 15. 15 til... Ég var 15 að hlusta á þig. 15 til 30, myndi ég segja. Já. Hvenær gafstu fyrsta lagið út á Spotify? Býtu, ég er með það, 2018. Vá, vel gert, hvernig er þessu? Það stendur hérna. Veistu hvað fyrsta lagið sem gafstu út á Spotify er? Það er eitthvað remix. Við erum komin í quiz, sko. Já, ok. Ertu með planaða spurningar? Nei, en ég bara býða til. Sko, ég reyna að vera ógeðslega skipulaður. Hvernig fyrsta lagið kom inn á Spotify? Það er 2016, alveg, sko. Nei, ég er að tala um fyrsta lagið, hvað það heitir. Já, fyrsta lagið kom út 2018. Það er útlandslag. Nei. Það er annar lag sem kom undan því, sko. Þetta er fyrsta lagið hjá mér. Ha? Já. Ég gerði útlandst remix á lagi. Býtu, kannski... Og ég er búin að gleyma hvað heitir, sko. Kannski ertu í... En það er spurðum með remix, er fyrsta... Það er eitthvað Playing with Fire. Já, það er það. Nordstorm, Alicia, Ingi Bauer, Extended Mix og Radio Mix. Það fekk 250.000. Já, en þetta er líka bara eitthvað no-name lag eitthvað með einhvern svíja, sko. Hvernig komst í samband við hann? Já, með mér í skóla úti. Já, þú varst í LA. Já. Hvað bjóstu þar lengi? 1,5 ár.
Það var fucking geggjað, sko. Myndir vilja flytja aftur? Ég er alltaf á leiðin aftur út, sko. Varst ekki í tónlistarskóla þar? Hvað ár var það? 2016? 2015? Fórstu bara strax eftir menntaskóla eða? Nei, vann aðeins fyrst, fór út, kom heim og þá svona, sko, skólinn var alveg skemmtilegt, skilur, alveg gaman að fara að læra eitthvað. En aðalmáli var bara, ég gæti verið bara að gera tónlist allan daginn. Þannig að þegar ég kom heim, þá var ég bara búin að vera í 1,5 ár bara að gera tónlist, sko. Þannig að... Sko, stendur í dokkskjælinu, þú bjóst í LA, ég ætla að minnast á það, sko. Þetta er fyrst, ok, þú þáttu 4. Þetta er fyrsta skeið sem ég er með dokkskjál og fyrstu 3 þættinni var basically... Vá, mér finnst ég eitthvað svo special. Þú ert ángurinn special, því að hinu þættinni gerðust með svona klukkutíma fyrirvara. Þessi var með 15 klukkutíma fyrirvara. Já, 15 klukkutíma, en það er auðvitað aðri. 15 klukkutíma, sko, og nótt á milli. Já. Og þú veist, en þú veist, þá var ég bara, ég googlaði best questions to ask in a podcast, ítt á fyrsta linkin og kopjaði fyrstu 10 spurningarnar. Hvað var fyrsta spurning? Ef ég myndi búa hvar sem er í heiminum, hvað væri það? Svo næsta, ef ég myndi gefa ævisögu, hvað myndi hún heita? Og svo líka /bíómynd. Ég er búinn að spyrja alla af þessu, sko. Já, ok. Þannig ég ætla líka að spyrja þig. Er þetta svona, ertu að fara í gegnum þetta, er þetta bara svona til að ræða yfir þáttinn? Það er ángríns bara, ég pældi ekki mikið í því, sko. Það var bara, með minnir að við spjöllum alveg lengi þetta, sko. En ég væri til að búa í LA, samt. Já, ég veit. Ég skrifaði líka bara að þú bjóst í LA, örugglega búa þar. Fórst ekki heim til Jason Derulo? Nei, það er Joe Frazier. Æ, það er Joe Frazier. Akkur rugglaði sér þér? Chillandi heima hjá Jason Derulo. Já, ég man eftir. Beint flutt til alla í LA. Já, Lárus var náttúrulega. Já. Lárus, hann er búinn að gera lag með Future. Já, hvenar? Á síðast árið eitthvað. Hverju fór það alveg fram á mér? Býr hann á Íslandi, eða? Nei, hann býr úti. Viltu lifa drauminum hans? Já, ég vildi vera hann. Nei, hann er geggjær, sko. Já. Já, ég sendi honum við leikum að gera lag daginn. Sendi á þú svona söngin á hann, bara eitthvað sem ég var bara að bulla eitthvað. Þú veist, ég var búin að gera bara eitthvað svona allt í lagi beat. Svo sendir hann tilbaka, þú veist, bara með 9 beati og bara allt verið pæling. Og þetta var fucking geggja, því ég er alltaf svona, gefst alltaf upp, svona, akkur er ég ekki svona góður? Hann er fucking geggja. Já, ég saman að tala lög. Hann sérst gerir sumartíma fyrir þá sem að veit ekki hver Lárus er. Það er þetta OG lag. Það kom 2015, ekki? Jó, held að. Svo tókst þú við keflinu af 8 fólkinu. Af 8? Nei, þú veist af... Nei. Svo tók ég við keflinu af 8 fólkinu? Nei, hjá 8. Hann gerir sumartíman. Já. Og svo komið að þér. Já, hann náttúrulega gerir líka 8 dóti, sko. Gerir þú ekki nei? Hann líka. Ó. Hann er búinn að... Ok, þá veit ég betur. Já, hann gerði líka allt 8 dótið með mér. Já. Það er saman, skilju. Það eru OG lög, sko. Það er líka að fyndi, sko, eins og að tala um markkópinin minni, eitthvað svona. Það er svo fyndið að pæla í, sko, að, þú veist, ég er búinn að gera fullt af einhverju, nei, eitthvað svona, þú veist, einhverjum svona get poplög eitthvað. Já, eitthvað svona fyrir 8 og eitthvað svona kjátaði. Það veit það enginn, skilju. Þú veist, þannig sé. Ég vissi ekki að þú gerir nei bara fyrir 2 árum eftir að koma út eða eitthvað. Því ég var einhvern veginn að stalka þig á Spotify og ég rakst á playlistar sem heitir Made by Ingi Bauer. Made by Ingi Bauer. Mælum með að fólk tjekka á hann, sko. Þetta er alveg áhugaður listi, sko. Það er alveg ekki sína, nei. Jámar sem komið mjög mikið óvart. Það er 2015. Samdi viðlaginn Jámar. Samdi þú viðlaginn? Ekki textan, bara söngin og eitthvað. Ég ætla að gefa þér heitt hint. Já. Ég kom með hugmynd að einu nafni á lagi sem þú ert með búin að gefa út. Veistu hvað lag það er? Sem gafst þú mér hugmyndin að? Þú varst með þessum ákveðna listamanni. Já. Í stúdíónu upp á Höfða. Ég og DJ Alexos vorum fram með að gera eitthvað. Þau voru að spila þetta lag í fyrsta skipti. Ég heyrði bara, það ætti að heita þetta. Og ég sagði og gæinn kom, já, það er geggja. Og þú komst, nei, við erum ekki að fara að skýra lagið þetta. Veistu hvað lagið er? Og lagið endaði svo með að heita þetta? Já, það sem ég kom með og þú sagði fyrst, nei, þetta er alls ekki að fara að heita það. Ok, veitum við. Mér finnst þetta nefnilega mjög fyndið, sko. Og þegar ég man það að koma út, ég eitthvað, ok, hann actually sættist við það. Ég er búin að stengli með það, sko. Og ég segi hvað lagið er. Það er Sleðalestin. Ok, ég er búin að glemma því.
Það er alveg sko, hvað var 2019 eða? Það er 2020. Er það 2020? Nei, 2019. Sleðarlistin. Já, jólinn 2019. Það er 2020. Fokk, það er langt síðan. Já, það er rosalega langt síðan sum lög koma út sko. Það meikar ekkert sens. Samt sko, mér líður eins og það kom út í gær. Sleðarlistin maður. Það fekk alveg play sko. Það fekk 250.000 á Spotify. Já. Það er nóg sko. Það er fínt með jólalag bara með mér og Luigi. Á með að við sko Jammy Kvöld remixi sem er harðasta remix sem ég hýrt á ævinni. Það er 300.000. Það fekk, þú veist, ég hefði haldið að það væri allavega 500.000 og sleðarlistin svona 50 sko. Á með að við sko stærðatölum sko. En hvernig kom það lag bara til? Þú varst Anna... Mér langaði alltaf að gera svona cypher pælingu. Nefnum bara ekki með röppurum yfir eitthvað rappbeat. Mér langaði að gera yfir eitthvað svona hástótt. Svo var ekkert að hlusta Jammy Kvöld og Jammy Kvöld er svona lag sem ég spila alltaf sko. Þú veist, þegar ég er DJ eða eitthvað, ég myndi alltaf spila það. Það var okkar, þetta er classic. Ég ætlaði að prófa að vinna í því, skilur. Spurði Áskjörur hvort ég mætti fá söngin hjá honum. Og svo prófaði ég myndi aldrei gefa þetta út nema þetta væri, ég var í 100% að þetta væri Banger. Gott, skilur. Ég myndi aldrei eyðileggja eitthvað svona gersemi sko. Og svo var ég bara, það væri cool að hafa á þessu lagi. Þetta er Jammy Kvöld, þú veist, þetta er ekkert mitt lag. Bara bæti við öllum. Og ég hringdi bara í alla sko. Og það var einn listamaður sem var á laginu og tók sig út úr laginu. Ég veit hvað það er. Var ég búinn að segja þetta? Nei, Alex sagði mér það. Já. Hann eitthvað, sko, vissir þú að þessi að vera lagin, hann þurfti að cancela. Ég eitthvað, wow, er það? Hann tók sig, hann var búinn að vera svona back and forth það og ég þarf að klára lagið í kvöld að ég þarf að senda á morgun til Sony. Og hann var eitthvað, já, og svo hringdi hann klukka svona 9 og ég var eitthvað, ok, herri, já eða nei. Hann eitthvað, nei, sorry maður, þetta er svo Daniel. Já, og expósa núna. Hann var með, ertu með lagið hana? Ég var ekki, hérna. Ég var að spila, þú voru í því, já? Nei, það virkar ekki að spila í tölunum því að taka upp. Ok, heldur að hann væri brjálæður ég myndi sína ykkur hvernig hann var. Nei, örugglega ekki, var þetta ekki hana fyrsta versi? Jú, fyrsta versi, hann tók sem að ég tek, sko. Ok, Daniel ekki drepa mig þegar þú sér þetta. Ég elskar Daniel, sko, við erum góða vinir, sko. Þetta var bara, hann fannst bara ekki henda fyrir sig og ég skila 100%, þetta er eitthvað hardcore techno-lag, sko. Ok. Þetta er bara nákvæmlega, ég tók þetta bara nákvæmlega eins. Það gæti verið þú að syngja það, sko. Já, eða hann að syngja það sem ég syng. Já. Ég líka senda honum þetta með mínu og hann grænjaði hlátriði, hún fannst það ekki dæla fyndið. Þetta var bara sama dótið, sko. Það er líka, var þetta ekki fyrsta lagi sem hún svona, nei, það var ekki fyrsta, jú, var þetta ekki fyrsta lagi sem hún söngst inn á? Hjá þér? Jú, getur verið, sko. Mér langar að segja það, þú söngst, ég er bara með allt, bara your discover. Það er bara svo fyndið hvað maður man ekkert sjálfur eitthvað. En jú, er það ekki það? Jú. Ég held það, sko. Þú söngst ekki ná upp til hópa. Nei. Hann er komin í 4 milljónir. Já. Það er rugla. Það meikar ekkert sens, sko. Þú söngst ekki ná meira með Svimu. Íspillinn Ingi Bárimning sem hann Stefán sendi mig það svona 2017. Já. Það var bara, ég var alltaf með að repeat. Geggjalag, sko. Þú söngst ekki að taka mér út með Bygga. Ég man þegar ég heyrði það fyrst. Þú sendi mér einhvern tímann, bara það kom út á miðnætti og sendi mér á 4 tímum fyrir eitthvað. Gjör svo vel, gamli. Ég var eitthvað, I feel special. Ég var á Dominos að taka klósvakt og netið hann var ömulegt, þannig ég beið í svona 5 mínútur eftir að dræfin myndi og það var náttúrulega, þú veist hvað, 50 megabæta vafæll eða eitthvað, ég veit ekki. Það var endalaust að lótast, þannig ég blastaði hann að greiði kúnnanir sem kom inn, fengu að heyra. Ég var bara ánægður að þú eða hann kom ekki inn. Þú söngst ekki ná Dix, þú söngst ekki ná Stjörnur, þú söngst ekki ná Áttavildur. Nei. Það er OG það líka. Ég held að fyrsta sem ég söng á var Rangumæður, held ég. Já, söngst ekki Sleðarlistin. Jammy Kvöld er fyrsta sem syngur. Já, Tilbaka, kom það undan? Undir Misti til kemur svo Tilbaka kemur fyrst. Það er fyrsta... Já, það er fyrsta sem ég syng. Það er bara svona fyrsta sólólagið þitt, ekki? Og svo eftir það kemur Rangumæður. Rangumæður var hitt, ég fekk það í afmælisgjöf. Til að mikið. Takk. Verður það góðu? Já, takk fyrir það. Þarna,
Ég er alltaf að fyndi, sko, því ég var að tala um þetta líka í gær, bara við félaga mína. Að sko, transitioni sem ég er búin að taka, þú veist, ég fór ekki bara, ég er söngvari, eða eitthvað, skiljum. Byrjaði bara sem YouTuber, fannst gaman að búið til beats, gerði beats, byrjaði að gera beats fyrir aðra, svo fór ég í skólan, kom aftur heim, og ég var alltaf að hlusta á svona house tónlist. Ég bara, það er ekkert svona house á Íslandi. Nei. Ég elska að gera hann tónlist, það var bara fyrir eitthvað fínni að ég hef búin að gera í einhver tíma og fekk að remixa. Svo var ég bara svona, ok, þú veist, ég ætla bara að vera artist, skilur, á Spotify. Bara pródúser, bara ef ég pródúser lag þá kemur nafnið mitt með, basically. Ef það er svona mitt sound, sko. Og svo gerum við upptilhópa, fyndnaði, sko, ég var næstu ekki artist á upptilhópa, sko. Nei. Það var næstu búið að gerast, sko. Basically stalst þér inn á því að var það ekki fyrsta sem þú gerðir producer-taki eitt inn á? Jú. Það er skemmt, þú veist, það var næstu ekki bara, það var næstu bara Herra Hnettismjör upptilhópa, skilur við. Ekki nafnið mitt, neinstæðar. Það hefði verið skellur, sko. Ég man ekki hvort það var þú eða Stefán sem sögum með söguna af producer-takinu. Ég sníkaði inn, sko. Svo bara 2 mánuð setna og Árni bara Hvað hljóð er þetta? Hvað hljóð er þetta? Okkur er ég aldrei heyrt það. Þú veist það, ég veit það ekki. Jó, hún er bara stóra fyndin. Hvað fekkstu ekki á Fiverr eða eitthvað? Nei, það er endar fyndin saga, sko. Það er stelpa sem addaði mér, sko, way back þá var ég alltaf að búið til tónlist á SoundCloud. Og með, þú veist, ég veit ekki hvað ég með mörg plays þar, en það er alveg fullt af plays. Kíkja núna, með þú talar. Og það er svona tropical house tónlist eitthvað. Svona feel good og svo fór ég út og hitti snappara sem heitir Chris Carmichael geggjaði gæi og við vorum eitthvað búið til story og pródúsera saman eitthvað út í LA og hann shoutoutaði mig á Snapchat og þá fekk ég bara, þú veist, 6-7 þúsund útlendinga bara inn á snappið mitt einn stelpa frá Frakklandi sem byrjaði að senda eitthvað vídeo eitthvað, I love your music, eitthvað bla bla eitthvað, já, og svo sendi hún einhvern tímann eitthvað Ingi Bauer, eitthvað ég veit ekki svona af hverju hún var að senda þetta, sko og ég eitthvað, damn, þetta er frekar nett hvernig hún segir þetta, sko en eitthvað, getur þið sendt mér aftur og þannig að ég screenrecordaði átti það bara alltaf og svo notaði ég fyrst skipti upp til lópa, það var kannski 4 mánuðum seinna eitthvað ég meina bara meikar ekkert sens þessi saga þetta er svo geggja producer frönsk gælla, sko Ingi Bauer það virkar ekki að spila í tölvunni, ég gleymi alltaf en ég sé hana, þú veist, eins og á SoundCloud I don't like it, I love it, Ingi Bauer remix sem kom upp í næstu 800 krafn það er rosalegt að með þetta var SoundCloud og 6 years ago það er langt síðan ég var alltaf að gera bara einhver feel good tropical tónlist svo færður þau bara alveg yfir í houseið ég er að transitiona núna eiginlega, sko í svona ég er ekkert hættur að vera fyndin og grínast og gera eitthvað svona grínlög, skilur þannig sé en ég svona er að fara að taka meira svona ég er bara að syngja og bara meiri kannski tilfinningur og vera einlægur og eitthvað en ekki syngja með að vera veiðmaður svona eins og Anna tilbaka og mér fannst líka Anna læmið þitt og reyni og líka týpur mér fannst það mjög góð það kom mér á óvart það var líka bara eitthvað rocklag, skilur bara eitthvað að fokast fílaði það var svo, svo different, sko ég er með plötu núna sem er 14 lög 14 lög? Hvernig gefur hún út? Ég veit það ekki ég var að fá mastera í nótt, sko það er búið að mastera hana já, svo ég veit það ekki, sko ég væri bara til að henda plötunum bara allir út núna bara ég fíla hvað þú gerðir samt með seinustu þú veist, ekki gefa hana þú veist, bara 1 lag á viku já, ég fílaði það það er svona öðruvísi og maður var alltaf svona spennt það var svona ekkert eðlilega þreytandi, sko ég þurfti að vera einhvern einasta viku að peppa og svo datt Instagram mitt út já, lendir ekki í hakkaranum ég veit það ekki, jú, örugglega það var það tímabil heldur það var fucking pirrandi, sko þannig að síðasta lagið Massaður hvernig átti ég að peppa það var bara ekki hægt það kom bara út og það var engin leið fyrir mig að peppa en bara ég setti inn á Ice Cold eitthvað já, minna, það er leið og þá líka fekk það lang fast place, skilur en að finna sko með þessa plötu að ég gerði hann 2020 og á síðast ári er ég bara búin að vera í bara einhverjum break-up pælingum, skilur bara eitthvað svona syngjum ástina og eitthvað þannig ég átti þessa plötu í ár og þessi plata var einhvern veginn svona
Ok, þetta er svona platan sem ég hélt að fólk myndi vilja fá frá mér í staðan fyrir að búa til plötu út frá sjálfum mér, skilur. Ástinni Já, bara út frá mínum tilfinningum, skilur. Ég var bara að búa til plötu fyrir the audience. Já, sem ég hélt að það myndi vilja, skilur. En það er ekki þannig. Sumt fólk er bara fast á einu og vill það. Já, en þú veist, ég á ekkert að gera tónlist til að reyna að hvað held ég, hvað ætli Óli vilji hlusta á? Þú veist, það mun aldrei virka, skilur. Þú veist, þá verður þetta aldrei vinsælt, sko. Það verður þetta bara Veiðimaður var alveg vinsælt, skilur. Það fekk alveg, hvað fekk það mikið? Það fekk alveg 365.000, það er vinsælast lagi á plötunni. Það er líka að koma út miklu fyrr, sko. Já. Snáða líka alltaf lagi place. Snáða, mjög stað gegn það. Það er hart shit. Það er bara transitioni úr góðu fart þegar yfir í snáðar. Það er svo hart, sko, bara þegar kemur búm, búm, og franska gjallan. Franska gjallan maður. Þá peppast maður upp, sko. En nýja dótið er bara svona einlægt og þetta er ekkert eitthvað ballur, eitthvað svona en þú veist, það er alveg svona, það eru tilfinningar. Já. En það er samt alveg beat líka. Ég fíla það. Já. Getur þú gefið nafn á einu lagi? Já, ég ætla að finna bara eitthvað sem enginn er að stela, sko. Ég líka, mér langar svo mikið að segja þér allt, þú veist, hvað ég ætla að gera með promotion og ég er með svona annað side project út frá þessar plötu sem að mér langar að gera, en ég vil ekki að neitt steli, skilur. Já, þú getur bara sagt með því slekka á eftir, sko. Nei, þú veist, að finna það, sko, ég ætla... Ég veit, en ekki við. Nei, ég ætla alltaf, þegar Bauer kom út, þá var þess að pælingi mín að bauer.is Það er þetta rosalegt nafn, Bauer. Þá var ég að pæla þess að hafa að, þú veist, peppa eins og þetta væri að koma nýtt flugfélag. Svo er eitthvað fáiði sem að gera Mom Air og þú veist, sem eitthvað listaprojekt. Og hann er sko, hann er ekkert fáiði. Algjör fáiði. Eyðilagur þessar pælingu. Eyðilagur, pældi ég. Þessi plata hefði getað fengið, þú veist, 3 íslensk tónlistaverðlaun og... Nei, aldrei unnin tónlistaverðlaun. Hefur einhvern veginn tilnefndur? Já. Akkur sagði þetta með svona mikil spurning? Nei, og þetta ég vissi ekki. Nei, þetta ég vissi ekki. Ég er bara axli forvitin. Bara vissi það ekki. Ég var fyrst tilnefndur fyrir upp til hópa. Var það ekki, vann það ekki? Það kemur ekki á. Nei, við töpuðum með bæði skipt. Við töpuðum með bæði FM og íslensku tónlistarunum á móti... Fyrir hverjum? Fyrir Jóa Pjó Króla með fucking Játt á tunglinu. Í bæði skiptin, sko. Sko eins mikið og ég elska Jóa Pjó Króla, þá elska ég þetta lag í svona mánuð. Þetta er alveg geggja lag. Þetta er geggja lag. Ég hata þetta lag samt. Það er bara hatar út af því að þú hefði getað verið með núna upp á vegg bara... Nei, það skiptir ekki máli, sko. Vinsælasta lag 2018. Ég meina, Jóa Pjó Króla getur bara að fara á Spotify og checka plays, skilur. Ég er að tjóka. Nei, actually, ég þarf núna, sko, að bara gá hvor er með meira. Hver heldur að sé með meira? Við erum með meiri plays. Já, úrtal með 800.000 meira. Hvað ætlaði að gera í því? Þið getið hort á styttinu eitthvað með þessi... Nei, já, og svo Bauer var tilnefnd sem plata ársins. Já, hún var tilnefnd, ég man eftir, ég kaus hana. Það er annan dæmi. Ég var búinn að, ég held að stífuna. Ég var ég var búinn að plana hellað PR, promo á TikTok fyrir, þú veist, að láta fólk kjósa mig og eitthvað. Svo er bara, ok, let's go, fyrir þetta. Þú veist, þá var mánuður í hlustaverðlaun. Fyrir hann á Vísi. Kosningu lokið. Nei. Og mánuður í þetta? Já. Og ég var bara að plana það svona, þú veist, þegar það fer að koma næri svo þá myndi ég fara að peppa þetta, sko. Ég helst þetta væri bara kosning... Já, kannski bara til viku áður. Það ætti að vera þannig. Það meikar engan sens. Ég haf komið geðveikt, ég haf bara búin að setja niður bara dagskrá, skilur, sem ég ætla að gera og ég hefði örugglega unnið, sko. Já, potið. Það var það góð hugmynd, sko. Að ég mun nota hana einhvern tímann, sérna. Ég ætla ekki að segja hana eftir hvort sem er. Þið sjáu eitthvað good shit hugmynd frá Inga fyrir næstu blötu og vitið klippið þetta. Nei, það var alveg pirrandi, sko. Förum aftur á þessa klippu eftir, hvað, 1 ári eða eitthvað, ég veit ekki. Ég hef aldrei unnið neitt. Sjáuð mig núna! Ég ætti að gera svona Ólavelunin. Bara þannig ég get unnið? Já, bara svo þú getur unnið, bara... Getur þú gert bara núna? Já. Ok, en það tilnefna bestu plötu ársins frá síðast ári. Besta tónlistamann sem er líka fallegast og skemmtilegast. Ég ætla að gera bara svona podcastvelunum mín. Já, núna bara? Já, bara svona tilnefndið fyrir besta tónlistamann,
er Ingi Bauer, Yes. Andri Björns, Telmi Drund Já. og Alex Múlertmann. Þau hafa reyndar aldrei gefið út lög, þannig að það er bara einn augljós sigurvegari Já. og það er Ingi Bauer. Já! Takk fyrir mig. Þið er ekki betur. Jú, Já. takkið þetta fucking królið. Já, gott að hana hefur þú Króli gert lag? Pæling? Nei, erum bara þekkast mjög lengi, sko. Það er alveg. Elska króla, sko. Nei, sko, ég tók upp, ég var alltaf að taka upp öll böll og eitthvað. Ég tók upp fyrsta ballið þeirra áður en einhver vissi og ég skrifaði Jói og Króli. Og hann var ógeðslega pirraður. Því ég hitti á ekkert var setna hann eitthvað, já, hann var ógeðslega pirraður, það stóð Jói en ekki Jói P. Djúlega fyndið. Já, ég man áðan, ég ætla að taka í spurningakeppni þig. Já. Manstu hugmyndar sem bara kviknaðan. Ég er ekki búinn að skrifa 2 spurningar. Veistu hversu mörg lög þú ert búinn að gefa út á Spotify sem er með Ingi Bauer og er, þú veist, ekki featured, bara koma á disk. Þannig að, þú veist, ef þú ferð inn á prófælinn. Inn á mínu prófæl. Já, ekki sem kemur í appears on. 20. Mjög nála, 23. Wow. Og það bæðist 14 við mjög fljótlega. Hvað því það er bara helmingur næstu af þessu bara. Já, reyndar. Ég er bara að döbla bara. Svo kom ég hérna. Ég valdi 3 lög. Bara 3 random lög. Æ, fokk, það fór allt í fokk. Shit. Ok, allavega. Ok, tölva mín bara fokkaðist upp, sko. Ekki. Ég skrifa hana. Ég ætla að nefna 3 lög. Taka mér út með Bigga. Dix með Séra Björsa og upp til hópa með Árna. Það áttir að velja raða þessu upp í besta til versta lagsins. Hvernig myndir þú setja það? Ég myndi setja Dix efst. Upp til hópa er nummer 2 og taka mér út nummer 3. Biggi ekki ánægði núna, sko. Nei, Biggi maður fokka sér, sko. Klippa þetta, sko. Svo var ég, sko. Mér finnst Dix bara svona skemmtilegast. Já. Þú veist, það er bara svona eitthvað. Á ég að segja bara sanna sögu. Já. Ég heyrði það fyrst, mér fannst það ömurlegt. Já. En svo bara svona lifði það með manni og svo fannst mér það geggjað. Ok, gott. Það var leiðilegt að vera hins einn, sko. Ég fattaði það ekki fyrst, sko. Þú varst líka bara 13 ára. Já, 13 ára. Mamma, hvað er svona Dix? Heyrðu, Anna, þú ert búin að búa til mörg lög. Fannst þér bara ömurlegt? Nei, mér fannst það ekki ömurlegt. Mér fannst ekki ömurlegt. Ertu bara heitir? Nei, ég er ekki heitir. Mér fannst það ekki ömurlegt. Ég bara svona, I don't like it, fattur þau. Fyrirhandi kærasta mín sagði mér að gefa ekki út. En þú gafst þú, það fekk alveg 3 millur eða eitthvað. Þannig að eins gott. eins gott og gafst það út. Það 2,2, næstu í 3 ár. En af þessum lögum sem þú ert búin að gefa út, hvað, bara svona efst, hvað ertu komið ógeð af mest? Wow. Ég held upp til hópa, sko. Heldur þú það? Já, náttúrulega, sko, það er bara næst elsta lagi eitt líka á Spotify. Já, ég held að það sé svona lagi sem ég er svona búin að hlusta á oftast. Já, en ég er samt ekki komið ógæði þannig, skilur. Þú veist, ég er ekki að spila en ég spila live eða eitthvað. Hlustar á, þú veist að keyra í bílauginum, hlustar á bara lögin þín? Nei, ekki bara kannski, en þú veist, mikið. Ég held að kannski fólk átti sig ekki á því hvað maður þarf líka að hlusta á lögin sín oft, sko. Þú veist, ég er alltaf, og ég er kannski búin að hlusta á lagið 300 sinnum áður en að ég gefa út, sko. No. Ég var topp artist hjá mér í fyrra, sko. Það var nummer 1 á Spotify, það var bara ég. Ég held að þú varst nummer, það var eitthvað árið sem varst nummer 2. Eða 3, ég man það ekki. Höldum áfram. Ég er með spurningu. Ég opna símaðinn. Hvað myndir þú segja frægasta símanúmeri í símaskráninni er? Ég held að ég sé með númerið þitt. Mér langar að segja, ég veit ekki um síma minn. Er ég frægasta nafni í símanum? Já, segjum það. Já, ef þú vilt það gera það. Ég mun mute þetta. Er ekki símanúmerið 692? Já, ég veit ekki af hverju, ég bara fann þetta. Það var eitthvað, Alex hefur einhvern veginn hringt í eða eitthvað. Sko mest svona iconic nafnið þarna, ég ætla að fyrir maður sniður.
Ég sé hvort ég finna eitthvað betra en það. Kanye West. Þetta er númeri á Kanye West. Og ég ætla að segja það kæmi mér ekki óvart, sko. Ég myndi segja kannski sko ég er með Birgittu Haugdal hérna. Það er fucking iconic sko. Ég segi að þú þarft að búið til lag með Birgittu Haugdal. Já, sammála því sko. Eða remix eitthvað gamalt lag. Ég er með Pétur Jóhann. Hann er icon. Hvað myndir þú segja? Það verður annarkvort Pétur Jóhann eða Birgittu Haugdal. Hvor er nettar að vera með? Ég myndi segja mér myndi finnast nettar með Birgittu Haugdal heldur en Pétur Jóhann. Já, ég myndi segja persónulega segja Pétur Jóhann út af því að það er svona meira mín kynslóð. Fattar þau? Já, true. En þú veist, ef þú gefur eitthvað, þú veist, þannig að þú vest, ég hlusta aldrei á Írafár og allt það, sko. Ég hef með plaggat upp á vegg, sko. Ég segi og gerir remix af Fingur eða eitthvað svona þannig. Ég hef oft hugsað það, sko. Núna þegar þú fer næst að opna tölulegina, gerðu það. Þá hugsaðu til mín og Birgittu. Og þið getið hlusta á lagið á Spotify. Þú ert líka duglegur að búa til remixa. Ég er með sko svona pælingu að gefa út allavega 1 remix á ári, sko. Já. Mér finnst bara gett gaman að remixa. Sérstaklega svona setja gömul lögin í hann búning, sko. Náttúrulega ef við förum aftur á djam í kvöld, fækst ekki einhverja sekt á það eða eitthvað? Já, smá vesinn. Það var smá vesinn, mátti ekki tala það. Ég held ekki, sko. Já. Já, veist. Ok, sko, ég held að lagið var í eigu Stop It Go og þeir sögðu sjálfir að þeir ættu 100% lagið. Þannig ég bara, ok, búin að fá go frá öllum steinda og allir bara sáttir. Gefa lagið út og svo kemur þeir sem að eiga lagið sem er eitt label. Já, ég veit hvaða label það er. Já, og þeir senda bara kæra á mig. Já. Bara ef þú tekur ekki niður lagið, þá kæru við. Svona hótunarbréf, basically, sko. Og erfitt bara hvað ég ætlum að kæra þig. Já, þú veist, ég nefnir ekki fara langt í þetta af því að, þú veist, Já. En þú veist, þeir hefði bara alveg getað hringt, skilur búin að hitta þess að gæða miljónsinnum. Það var svona bara leiðilegt. Hvað út með númer hjá mér, sko, hringdu bara í mig og gríns. Tjekka á mér, sko. Senda ekki formlegt bara eitthvað, þú hefur verið kærður. Sko, ég gerði þetta. Ha? Sko, ég gerði við. Þú hengtir það upp á vegga? Já, ég rammaði inn, setti upp á vegg upp í stúdíu. Það er þetta rosalegt, sko. Og ég síni öll þegar þið koma. Mér finnst líka svo nett, sko, að núna ef maður fer kannski upp í stúdíu þá var þetta, en það var alltaf bara svona gold disk af upp til hópa, nei, Dix. Og svo prentaði ég út bara plaggat af íspil með logo og svona. Já. Mér finnst það mjög flott, það er svona artist vibe í eitthvað. En ég man líka og gerðir remix af Bassa Mirage í fyrra og sagði hann ekki bara nei. Ég man eftir og settir á story og hann bara neip. Hann setti sko lagið Thank You Next með Ariana Grande. Já. Og sagði og skrifaði It's a no for me. Alvöru skellur. Já, bara ok. Það hefði verið, ég held að það myndi vera vinsæll, sko, og myndi gefa út. Já, ég náttúrulega þurfti að gefa út þá, sko. Já. Ég byrjaði bara að senda allum DJ-ma. Já. Svo var ég eitthvað tímann í sumar eitthvað á TikTok vorum að gera vídeo og þú veist, við erum alveg vinir, skilur og svo Lag coming soon, eða? Nei, ég held að hann myndi aldrei neina sko. Nei. Já, ég tók upp vídeo og svona bla bla, vorum að segja frá eitthvað sem gerist á Akranesi, svo snýði svo myndælinn við og það var svona ruslatunna og þá var hann nýbúin að gefa út annar lag og ég eitthvað, nei, nýja lag hans Bassa og ég double klikka aftur og held bara áfram og hann var ekki ánægð með það. Hann var ekki ánægð með það, sko, og pródúserinn sem ég þekki, Martin, bara eitt besti pródúser í Íslandi, hann var ekki sáttur. Var hann ekki ánægð með, hann að þeir ekki vinni núna. Hann er unfollowaði mig, sko. Að það? Úff, það er ekki gott. Getur við kvætt það? Já. Nei, mér finnst það bara, ég hringdi hann samt daginn eftir, sko. Bara þetta var djók fyrir ekki. Já, þú veist, eitthvað. Hann var samt í alvegni bara mega pirraður, sko. Já. Og ég held að hann fatt ekki kannski að ég var, þú veist, 100% að grínast, skilur. Er það ennþá inn í vídeói? Á TikTok? Já. Já, setja það núna inn. Bara svona. Já, þannig að fólk getur fengið hugmyndina í hvernig það er. Ég var líka bara svona, ok, ég var sko pæli að starta bara svona fake beef við Bassa, sko.
bara fara í alveg bíf þar. Það vantar svona íslenskt bíf. Já, en ég bara ekkert bífgæi, Já, sko. ekki heldur. Ég væri alveg til að gera ef ég væri bífgæi en ég það ekki, sko. Vantar svona boxing matches. Já, átti ekki að vera eitthvað boxing match, eitthvað Ég veit það ekki. með curly og eitthvað. Er það ekki mæja eitthvað? Ég held það. Já, ég bara ekkert Bíddu. eins og það, sko. Þessi þáttur komin út þá. Já, manst ekki að bara daginn? Já, djöðl var þetta geggjað. Já, vá, gaman. Það er alltaf ekki búið að bjóða mér. Ég verði til að boksa eitthvað, sko. Ég væri til að boksa curly, sko. En ég held sem bara miklu vinir í að... Þetta er hótun. Ha, Arnar er að horfa á þetta. Þetta er hótun. hvern myndur þú vilja sjá mig lemja? Ég myndi samt vinna alltaf, sko. Já, það. Já, 100%, sko. Hann er brjálar í kommentunum núna, sé ég, sko. Það er, ég væri til að sjá hann bara, þetta væri mjög sanngjarn bardaði, held ég. Já, hann alltaf er búin að vera að æfa sig, sko. Já, það. Já, helling, sko. Ekki ég. Við gerðum hann akkurat vídeo fyrir pítsuna daginn. Eða, þú veist, það var basically Lárus Elgósi sem er að mæta klukkan 2 á einhvern stað og ég mætti. Þau voru eitthvað, það fekk 900.000 views. Núna sem sagt í dag. Veitu, hjá honum? Fyrir 3 vikum var það 900.000. Nei, á bara pítsan. Ertu að tala um hann að gera allt ránt, Dóti? Já, þegar að kasta pítsukassi á hausinu á mér. Já, er það þú? Já, það er ég. Það sést svo lítið. Ég veit það, en þú veist, Mér finnst það hella vídeo, sko. það tók líka 3 tökur. Að kasta það í þig? Já, að kasta í Svo mig. erfitt líf fyrir þig. Fyrst er þetta kom ég svona, sko. Svo, þú getur séð hérna. Þú sérð alveg þetta ég svona og pælir í. Þetta er svo steikt dæmi, sko. 910 og 900 morgun. Ég var til að sjá þið bærast við Gústa B. Hann er miklu stærri en ég. Já, bara kýla hann í maðan. Já, ég er ekki bóksari. Hann kæmur ekki órt en hann væri eitthvað bóksari. Ég varst það, sko. Það væri Þú sé gæðana? Já, ég var alveg Það gæður ekki bóksa, sko. Ég held að hann væri, sko, svona 1,70 á hæð. Svo hitti hann er miklu stærri en ég og ég bara... Hann er hjúts. Ég held að hann væri ógeðslega lágvaxinn, hann er það ekki. Ég sagði líka við hann bara, akkur ég held ég að vera lágvaxinn. En hann er ógeðslega hávaxinn. True. Ég elskar líka á TikTok þegar maður gerir eitthvað svona hæðargrín brjálast allir. Hvað með að vera stuttur og... Já, ég ger eitthvað munið að halda fast í viningar sem eru undir 1,65. Geta alltaf komið stóra ving. Það finnst ekki... Er líka fólk sem, fær ekki mikið sérs á þetta? Fólk að senda á milli eitthvað svona til? Jú, svona... Það eru svona ein og ein TikTok sem eru bara svona... Basically bara gera á fólk. Eins og einu sinni gerði ég eitthvað... Þú veist, stelpur elska... Þú veist, afsaka sig með því að segja að ég sportryggi eitthvað svona þannig. Ég sagði, nei, þú ert bara pirrandi svo ángríns bara vantaði mér eitthvað nafn og ég spurði kærastinn minn en það kom eitthvað nafn og það bara fyrsta nafnin sem poppaði var Hjördís og ég skrifaði bara nei, þú ert bara pirrandi Hjördís. Allar Hjördísar landsins komu í kommentin saman og voru bara brjáluð í mig. Ég bara eitthvað, ég var ekki að meina þannig, þú veist, ég hef alveg hins vegar getað sagt annað en þá hefði örugglega fleiri komið. Það væri bara allt annað í kommentin. Já. Það var líka einhver Hjördís eitthvað akkur er búið að senda mér þetta svona 200 sinnum. Það fekk alveg helling af sér, sko. Ég skil ekki alltaf stjörnudótt, sko. Ég hef ekki ennþá farið þangað, sko. Nei, ekki heldur, að þú veist, þannig sé. Ég meina, ok, ég skil alveg að það er eitthvað væp í gangi þarna og, þú veist, alheims orka og svona kjaftaði. En, þú veist, come on. Hvað? Það stjórnar ekkert að hvernig persónum mín er, skilur. Nei, ég veit. Það hefur kannski áhrif. Það stjórnar ekki, þið getur ekki sagt bara já, það er út af þessu, ertu þetta Já, og líka nei það var líka eitthvað komment eitthvað hljómar er svo sportdrykki eitthvað svo þannig ég eitthvað, nei, ég er fiskur Já, þú veist, það er líka alltaf fyndið þegar fólk er að giska svona, já, þú ert svolítið svona Það voru svona 3 þannig komment, svo replæja einhverju nei, ég er fiskur, þá kom einhver annar að kommenta aftur, nei, hljómar er svo fiskur Svo mikill fiskur Ég veit það Ertu með eitthvað skemmtilega lokaorð, við erum búin að vera í 50 mínútur What? Ég veit það Ég bara hlakka til að gefa út næstu lög, sko Já, verður það 2022? Ég ætla að gefa út eitt lag fyrir sumarið kannski annað þá í sumar Svo plata svona Plata í haust Já, mjög erfitt með svona, sko Já, ég líka Mér langar bara að gefa þetta út bara á morgun, sko En ég veit líka, ég er búin að senda fullt af fólki Var ég búin að senda þér þetta? Nei, ég skal senda þér eftir Yes
Ekki líka eitt. Ég lofa. Nei, þarna, mótalega líka eitt, sko. Já. Mér gæti ekki alveg með svo. Nei, sko, Gera eitthvað TikTok úr þessu lagi, allir bara, oh my god, hvað lag er þetta? ég er ekkert stressaður fyrir þessa plötu, en samt svona, Smá. Það er alltaf stress þegar þú ert að gefa eitthvað út. já, 100% sko, en líka bara því að ég er að gera allt annað heldur en ég hef gert áður, þannig séð. Og ég er svona, Er fólk að fara að unfollowa mig? já, er fólk bara svona, Á. þú veist, segja, ok, hvað er hann að gera? Eða svona, fólk er bara svona, ok, nýtt Inga Bauer lag. Mhm. Hendum við í gang og keyrum okkur í gang. Já, og svo er það bara Það er svona, rosalegt motto, sko. hvað? Það er rosalegt motto, Ingi Bauer í gang, keyrum, nei, hvað sagði Já, hvað sagði Ég veit það ekki. Það meikaði Þetta var sens og samt ekki, rosalegt. sko. Eitthvað Ingi Bauer í gang, keyrum, ég skiptir ekki máli. Ingi Bauer í gang, keyrum við í gang. Ég held það. Já. Það er rosalegt motto. Það er að setja á legstinn minn. Já, það ekki. Nei, svo setur fólk lagi á það bara svona, þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þú veist, bara eitthvað sorglegt, skilur, þetta er svona, þannig svona, ok, eða fólk sé bara hlustar á þetta bara svona, ok, þú veist, af því ég get ekki bara alltaf verið að gera það sama. Ég þarf að, þú veist, developa og ég er náttúrulega að gera það sjálf sem persóna, sko. Já. Þannig að, Ég er spenntur að heyra. Takk fyrir að koma. takk fyrir að hafa mig. Ég fættist með 3 eistu, vissu það? Góð loka.